Komið sæl. Næsti gestur okkar hér inn í braggann í Flugsafninu á Akureyri til þess að spjalla, hvíta máva, Soffía Kristín Höskuldsdóttir. Hún ættuð úr sveit hér í norður í Eyjafirði, hefur búið á Dalvík og starfar við rútubílamennsku. Hún bæði sér peningamálin og bókhaldið og hún keyrir skólabíl og rútur og eins og stundum sagt, ætli sé ekki dísel í æðunum. Komiði með okkur, við ætlum að spjalla. Soffía, velkomin. Takk fyrir. Heitirðu kannski meira en Soffía? Soffía Kristín. Hvaða nöfn eru það? Það langamma mín, hún hét Soffía Kristín. Nú, hún hét báðum þessu nöfn? Já. Og þú ert Höskuldsdóttir? Já. Það sterkt nafn líka? Já. Þetta langt og mikið. Á hvernig bíl komstu hingað? Ég kom á Land Cruiser. Já. Hæfir það þér, Land Cruiser? Já, ég myndi segja það. Áttu hann? Já. Já, það bara í fjölskyldu, þá er þetta minn bíl. Já, já. Já, góður bíl. Já, mjög góður. Þú ert mikil bílamanneskja. Já. Veit ég. Já. Já. Og vinnur mest við það. Já, ég rútubílstjóri. Já. Ásamt meiru. Já. Og þú gætir tekið upp, eins og segir í kvæðinu, tekið upp vél? Ég veit það nú ekki, ég get aðstoðað svona manni minn þegar hann hóar stundum í mig. En þú veist alveg út af hvað það gengur, þú veist hvernig þessar vélar eru. Já. Þú lærðir þetta. Já. En af hverju svona mikill áhugi á bílum? Heyrðu, ég bara ólst upp við þetta. Já. Pabbi minn, hann var mjólkubílstjóri. Já. Og vörubílstjóri. Seinna svo rútubílstjóri, keyrði mér í skólan. Já. Barnaskólan. Já. Og síðar þegar ég orðið sjálfur rútufyrirtæki þá kom hann í vinnu til okkar. Vann hjá okkur síðustu árin sem hann var í starfi. Jáhá. Þegar ég kemur upp rútubílafyrirtæki? Rútufyrirtæki, já. Já. Þú átt rútufyrirtæki? Já. Hvað heitir það? Það heitir Ævar og Bóas EHF. Það nú teiknað frá Dalvík? Já. Tengdafaðir minn átti þetta í fyrstu og maðurinn minn kemur svo, þeir stofna þetta saman 84, þá kemur hann inn í þetta. Já. Og við bæði. Og maðurinn hver? Bóas Ævarsson. Já. Og þeir feðgar voru lengi vel í þessu saman, sko. Já. Þannig að þú hefur, valið þér mann af svæðinu með bíláhuga. Já, það má eiginlega segja það. Já. Það má eiginlega segja það. Já. Þegar ég kynntist honum í rútu. Þú kynntist honum í rútu? Já, og fyrsti kossin var í rútu, sko. Nei, þú segir ekki. Þannig já. Hvernig rútu? Heyrðu, það var svona, benskálfur, 25 manna. Já, og hvert voruð þið að fara? Við voru nokkru, úlingar sem tókum okkur saman og fórum til Akureyrar að skemmta okkur. Og fréttum þá var að vísu maður minn ekki komin með rútupróf en fékk frænda sinn til að keyra á rútu frá pappa sínum bara. Jaha. Og tók okkur með á leiðinni til Akureyrar og mig og vinkonu mína. Já, bara pikkuðu ykkur upp í sveitinni? Já. Og við fórum til Akureyrar og þar var svo fyrsti kossinn. Já, í rútu? Í rútu. Já, bara í dísel og öllu. Já. Og síðan ekki aftur snúið? Síðan ekki aftur snúið. Ef vísu já, ég byrja nú að vera fljótlega ófrísk af tvíburum og við vorum í raun og vera ekkert kannski svona saman eða þannig. Ég bara 18 ára þarna. Og við byggum ekkert saman í 1,5 ár. Ég bjó bara hjá foreldrum mínum. Með tvíbura? Með tvíburana. Já. Þar til að við ákveðum það bara að fara að búa saman. Jáhá. Og við erum búin að gera það síðan 83. Og flutti hann þá heim til þín eða flutti þú að heiman? Nei, ég flutti heiman. Við keyptum okkur bara íbúð á Dalvík. Ráðsíbúð.
bara strax þarna og ég flytt út yfir. Já, en þú ert úr sveit? Ég úr sveit. Og hvaða bæ? Hátúni á Áskoströnd. Já, og það bara út frá eins og maður segir? Já. Á leiðinni til Dalvíkur? Já. Þannig hann búinn að horfa oft heim til Hátúns á bílum? Örugglega, sko. Ég var svo sem búinn að horfa á hann oft þegar ég vann alltaf á Sláturhúsinu haustinn á Dalvík. Já. Og þá var hann að vísu ekki komið með sko rútupróf og hann ferðast oft með pappa sinni með þeim bílstjóri sem var að keyra því að það var oft leiðilegt veður og svona þannig að hann var með og var aðstoð við að keðja og svona og eða ganga undan í leiðilegu veðrum og svona. Og ég náttúrulega sá þennan flotta strák með sítt liðað hár. Já. Þannig að já. Maður var búinn að horfa á hann í nokkur ára áður en við letum til Skagaskreið. Já. Hvað eru tvíburaturnir gamlir? Þær eru 33 ára. Já, hvað eru það? Áttu fleiri börn? Ég á 4 börn, 2 strákar líka. 2 strákar, 2 stelpur? Já. Þetta nú ekki hægt að hafa það flott? Nei, þetta alveg hreint úthugsað. Já. Og á hvað aldri eru þeir? Það eru 28 ára eldri strákurinn og 19 ára sá yngsti. Er eitthvað af þessu heima? Já, eldri strákurinn Ævar, hann er að vinna hjá okkur. Nú í businessinu? Já. Já, þetta gengur alveg svona gjörsamlega, þetta er 3. ætliðið. Já, sko, dóttir okkar annar týpurinn vann hjá okkur líka lengi. Hún líka með rútupróf og keyrir hjá okkur og við kvöllum í hana þegar okkur vantar. Já, býr hún hér þá á þessu, eða hvað, búa börnin hérna á svæðinu? Hún býr bara við liðin á heimilinu mínu, stærra á Skógi. Já. Er bóndi þar. Já. En sko, þú ert fædd í sveit, þú ert sveitastelpa og mikinn áhuga svona bílum og tækjum. Af hverju ertu ekki bóndi? Ég veit það ekki, ég hef oft sagt þetta líka. Ég held að maðurinn minn hafi fengið að ráða þessu bara fram að þessu. Það er spurning hvert ég fóði ráða næsta árin, sko. Já. Nei, ég nota allar stundir til að fara í sveitina og hlaða batterín. Ég fer á mitt æsku heimilið þar sem foreldrar mínir búa og bróðir minn ásamt fjölskyldu sinni. Hann á þar orðið 3 börn og konu. Og ég fer öllum stundum og að gera það sem ég sýnist. Ég fer bara ef ég sé að þarf að gera eitthvað, bara ger ég það. Já, þú fer ekkert að spurja hvað ég gera eða má ég gera þetta? Nei, ég fer oft bara að gera hlutina því að ég sé að það þarf þess. Já, ef það er svona girðing í einhverju drasli. Já, fer ég bara að laga það. Já. Og það hleðslan fyrir batterín? Já, ég kem alveg endurnær heim. Já. Þannig að sveitastörfin eiga vel við þig? Já, ég elska að vera í sveitinni. Já. Ég er bara fúl við bróðum minn ef hann hringir í gími sko og biður mig að koma í heiskap og svona. Já, það er svoleiðis. Já, þó ég hafi ekki tíma til þess, þá vil ég fara sko. Já, en þetta náttúrulega sko, þetta er náttúrulega tímafrek vinna í sjálfum sér að vera í sveitinu, alltaf mikil yfirlega og yfirsetta og allt það sko. Já. Þetta er rosalega gaman. En það er nú að gera í rútunum líka. Já. Hvers konar fyrirtæki er þetta sem þið eru með? Hvernig bíla hafið þið og þess að? Við erum með 8 rútur á mis stóra sko. Aðalega við erum með 2 stóra 50 manna. Svo er 35 manna og 25 manna og 20 manna bílar. Það 20, við eigum flesta sko í 20 manna því að við erum með skólaakstur. Þið séum skólaakstur, á þá stóru svæði eða? Svarfaðardal, Áskoströnd og frá Dalvík út í Ólafsfjörð í menntaskólan þar. Já. Og ertu þá að keyra á hverjum degi eitthvað? Já, keyra á hverjum degi. Já. Byrjar að snemma? Heyrðu, það er við byrjum yfirleitt þegar maður er komin út úr húsum 7 á mótana. Já. Og til að komast fram á fremstu bæi. Já, í Svarfaðardal. Í Svarfaðardal, já. Og síðan er bara smalað börnunum. Já, þannig að Svo er pása klukkan 8 og þá smellir maður sér sund eða rektin eða eitthvað. Já. Og svo bara aftur í vinnuna og ég er með bókhaldi líka hjá fyrirtækinu. Já, bara svona aðeins smáttur í með. Já. Og fjármálin. Tengdafaðir minn var búinn að reyna það mikið að koma mér í þetta. Já. En finnið þið fyrir sko aukningu í tengslu við þessa ferðamanna umræðu sem er á Íslandi, fjöldi ferðamanna og það, fáið þið eitthvað af þessu? Já, allavega í sumar, við erum búin að finna svolítið fyrir því í sumar, við erum búin að hafa bara fínt að gera sko.
og þá það hvalaskoðunin sem var nú alveg, þeir dönsuðu hérna í Eyjafirðinum í sumar sko. Varstu þá bara rútunni í hvalaskoðunni? Kerið fólkinu frá Dalvík hvað Hjalteyri, hann var með bátana þar. Já, fólki fór til þess að fá afgreiðslu á Dalvík, hefði venjulega farið út þar, en þeir voru svo innanlega... Já, þeir fóru bara upp í bíl hjá okkur og við kerðum inn á Hjalteyri, ferðafólkinu sko. Þannig að þú hefur það væntanlega sjálf séð þá bara dansað fyrir utan Hjalteyri, bara úr glugganum á bensinum sko? Já. Hvað segja útlendingar þegar þið sjá þetta? Þeir eru rosalega hrifnir, alveg hreint í skýjunum yfir þessu. Og þið hafið fengið töluvert út þessu? Við fengum, já, bara mjög mikið og bara þetta var virkilega bara gaman. En hvernig sko með, þegar strætó fer af stað núna, var settur upp hérna fyrir nokkrum árum, bitnaði þá ykkur? Já, við vorum alltaf með áætlunarferðirnar hérna á milli. Akureyri, Dalvík? Já, Ólafsfjörður. Og Ólafsfjörður? Já. Og er það búið eða? Já, strætó með þetta núna. Já, þannig að ef ég færi til Ólafsfjörðar eða Dalvíkur þá ætti ég að fara í strætó? Já. Já, en ef ég hugsaði til ykkar og vildi fara með ykkur, hvað þá að gera? Það voru bara að hringja í okkur við námið. En þá eru þið með skólaaksturinn yfir veturinn í föstu og sumarið bara svona ræðst bara af eftirspurn. Já, ég vilt á vorin þá bara veit maður ekki, maður bara hefur ekki hugmynd hvernig sumarið verður sko. Ég vilt ekki mikið bókað. Nei. En við erum vísum með slófana á hverju einasta sumri sem að koma hérna til Íslands og við keyrum fyrir hringveginn með þá. Já. Og hérna svona vikuferð. Já. Og það alltaf fast. Ferð þú í það? Nei, yfirleitt fer maðurinn minn í það. Og hann þá með gæti eða gætar hann sjálfur? Nei, hann nefnilega sko það bara slóvanskur gæt og maðurinn minn svona honum til stuðning sko. Já, en ferð þú í svona lengri túra? Yfirleitt ekki. Yfirleitt ég látin vera heima og hugsa það sem þarf að gera þar. Hvað ertu gömul þegar þú tekur bílpróf? Tókstu bílpróf á afmælisdaginn kannski eins og sumir? Nei, það var nefnilega svolítið skrítið með það. Ég var búin að vera að keyra í sveitinni sko, alveg hreint. Það skipti engu máli, maður var þarna 15-16 ára og keyrði, það var búð hérna niður á Hauganesi. Já. Og mamma labbaði nú yfirleitt, hún keyrði ekki. Ég oft á tíðum krakkinn sko skuttlaði henni á gamlum Willys-jeppa niður í búð. Það þótti ekkert neitt athugavert. Það var ekkert tiltökumál þó að... Nei, það var ekkert... Nei, þú hlýtur að byrja að keyra þá dráttarvélar og svona snemma. Já. Ég er bara 10-11 ára þegar ég byrjaði að keyra dráttarvél sko. Er þetta gert í dag? Sko, börnin mín hafa gert þetta. Þau eru voðalega lík mér. Þau byrjuðu snemma að keyra dráttarvélar og eru í sveitinni. Strákarnir tóku við að mér og ég var svo sem ekkert voru lána með það sko. Ég vildi nú fá að gera þessa hluti sjálf. En svo hættu þeir, fóru í öðnu störf og ég fekk mitt verk aftur sko. Já. Á gömlum Ferguson. Já. 35, þannig að það uppáhaldsdráttarvélin. Ferguson 35, þetta almennilegt sko. Þetta uppáhaldsdráttarvélin mín, Og hún til ennþá? Hún til enn og ég fer að nota hann ennþá sko. Hvað hún gömul? Allan sé ekki bara svipum aldrei og ég. Já. Sofía, ertu sko úr stórri fjölskyldu? Já, við vorum 6 systkini. Já. Og ég ólst upp með mínu systkinum og foreldrum og föðurbróður og föðursystir og ömmu minni, föðurömmu. Þannig að það hafa verið þarna sko 3 ættliðir alveg saman. Já. Amma, pappi, mamma og börnin og frendfólk líka. Já. Hvernig var samkomunin? Þetta var gekk ótrúlega vel. Og bara við krakkarnir, okkur finnst bara yndislegt að hafa alist upp með þeim og með ömmu sem var alltaf tilbúin að spila og alltaf til taks. Amma alltaf til? Amma alltaf bara tilbúin að vera sinna okkur sko. Hugsaðu til þess varðandi þín börn að þau fái svipað uppeldi og þú fékkst? Reynir að gera það þannig? Já, veistu það, ég reyni það.
Og og í dag reyni ég að vera til taks og ef að börnunum mínum vantar eitthvað þá hlýðra ég til minni vinnu og allt til þess að sinna því sko. Já, þú gerir það? Ég geri það. Þú lætur þig ekkert bara fara út á galleiðuna og björga sér? Nei. Það foreldrar mínir voru svo yndislega og þegar að ég kem heim og segist vera ófrísk og það er tvíburum 18 ára, þá var bara allt sjálfsagt, bara Sofía minn, við gerum allt það sem að þú biður okkur við styðjum þig í þessu og þau gerðu það algjörlega sko. Og ég hef gert þetta við mín börn, ég hef bara að reyna að vera eins ljúfið og ég get og verið til staðar. Já, alltaf til staðar. Já, og eins með barnabörnin sko, ég leipi í skarð og tek þau með mér bara í vinnuna ef barnabörnin ef foreldrarnir eru í sinni vinnu og get ekki tekið börnin. Hvernig var Sofía við matarborðið? Mamma, pabbi, 6 systkin, amma, frænka og frændi, þetta er ekki smá hópur. Nei, þetta var fjör. Hver eldaði? Mamma yfirleitt, alltaf. Hún eldaði náttúrulega alltaf, en svo kom fyrir að þau 3 elduðu sér, en mamma eldaði yfirleitt handa öllum. Voru 2 matarborðið það? Já. Það var þannig? Já. Í stóru eldhúsi? Já. Nei, er það? Jú. Já. Sofía, hvernig er dagurinn hjá þig bara svona? Þú segist fara í skólaaksturinn bara upp úr 7 og eða 7. Já. Hvernig er svo dagurinn meira hjá þér? Venjulegu dagur er bara, já, og svo fer maður í sundið eða ræktina eða eitthvað þegar maður búinn í fyrstu keyrslunni. Já. Og síðan er bara farið aftur í keyrslum hádegi. Og það er farið á skrifstofuna og svona á milli. Hvar, hún er ekki heima eða þess að? Nei, við erum með 2 húsnæði, þannig að við höfum alla bíla inni alltaf. Já. Þannig að förum alltaf á morgni veturinn á þurrum og hreinum bíl. Já. Og heitum. Þannig að við erum með sko svona verkstæði þarna á Dalvíkinni sem að við ég er með skrifstofu þar líka. Já. Og þeir, ef þeim vantar aðstóð eitthvað niðri í sala, þeir eru að brasa eitthvað, þá hóa þeir bara í mig. Hóa í þig? Já, þá er ég upp á lofti á skrifstofunni að kengja niður. Þegar þarf að taka niður millikassa eða eitthvað? Já. Þá er bara, Sofía, komdu aðstoða mig? Já. Áttu þá galla og allt? Já. Það er allt til. Það er ekkert sem að stoppa þig? Nei, veistu það er, ég held að sé fátt. Já. Ég held að sé fátt. Hvernig tókstu minnapróf? 94. Þú ert kottnung þá líka, er það ekki eitthvað? Ég er enn ung, sko. Já, ég sagði kottnung. Já. En náttúrulega það var búið að nauð í mér þarna í 10 ára eða eitthvað. Já, tengda það þig? Já, eftir ég kom ég kom inn í þetta fyrirtæki, þá byrjaði nú strax á því að vilja fá mig í aksturinn, sko. Nei, ég vissi það að þá er ég aldrei heima. Já. Þannig að ég let svo undan og þegar ég á svo eftir yngsta strákinn, sem er 19 ára í dag, þá kem ég heim þarna á sjúkrahúsinu á 3. degi og það var bara stóllinn upp í rútuna og ég keyrði heim úr skólanum þann dag. Hann byrjaði bara með mér hérna strax í skólasturum og hann var með mér allan veturinn. Hvað fannst börnunum með það þegar eitt svona lítill stubbur var með bara í... Þau fannst það yndislegt. Þannig að þú klæddir hann á morgnana bara eins og sjálfa þig og fékkst þér að borða og svo bara út til rútu og sótti krakkana? Já. Í hvaða veðri sem er? Nei, yfirleitt ef það var mjög slæmt þá var nú reynt að fá einhvern annan til að fara, sko. Þannig að ég bauð hann ekki upp alveg allt. Sko, þegar þú þarft að fara svona á hverjum einasta mótni, veðriðin eru viðsjál á veturna og svona, er alltaf einn kvíði í? Jú, hellingskvíði. Jú, segir þau bara. Jú, ég er alveg svoleiðis daufkvíðin. Já, núna seinni ári, þá finnst mér orðið hundlegast að vera í leiðilegum veðrum. Já. Ertu í rauninni að keyra fyrir sveitarfélagið eða ríkið? Við erum að vinna fyrir sveitarfélagið. Já. Sem verktaka bara. Já. En annað, önnur áhugamál?
Þú ert í þessu alveg frá morgni til kvölds. Hvað annað? Heyrðu, ég hef ofboðslega gaman að ég að fara í gönguferðir. Labba á fjöll. Labba á fjöll? Já. Það sko, þú fer í sveitina til að hafa batterinn og þar púlar í girðingavinnu og heiskap og öðru slíku. Já. Og það mitt líf á undir, sko. Útivera, ég elska bara að vera úti og... Það ekki bara það sem afleiðing af sveitinni, eins og það segir? Ég held það, jú. Vilt vera úti? Já, og bara náttúrunni, ég sé svo margt fallegt í náttúrunni. Getur verið að ég hafi séð þig á hjóli bara hér á þessu svæði kringum Akureyri? Já, það ég... Mér skilst þú hjóli alveg eins og berserkur? Já, ég ger það. Ég hjóla hingað til Akureyrar og við hjólum Eyjafjarðarhring. Ég er búin að hjóla sko mörgum stöðum. Datt einu sinni í hug að segja við manni minn, heyrðu, við skulum skreppa í Húnavatnssýslu. Var nú ekki búin að átta mig á því að það væri Verslunarmannahelgi. Því að ég tek hjóli með, læt hann bæðin að stoppa þannig í Varmahlíð og þar fer ég bara út, tek hjóli mitt og segist til að hjóla yfir í Bólstaðarhlíð. Já. Og yfir Vaskarið. Og jú, allt í lagi. Svo náttúrulega átta ég mig á því, já, það er Verslunarmannahelgi, föstudagur. Það var svo svakaleg umferð. En það gekk allt vel, sko. Já. Og ég hjólaði yfir í Bólstaðarhlíð. Þannig að þú hefur farið upp Vaskarið og niður Bröttubrekkuna og niður í Bólstaðarhlíð. Já, bara skutla svona Verslunarmannahelgi. Já, svo hjóla Öxtaseiðina og mér finnst mjög gaman að taka svona eitthvað sem krefjandi, sko. En þegar þú ferð Eyjafjarðarhring sem við kvöldum að, kemur þú þá hjólandi frá Dalvík? Nei, ég ger það nú ekki. Ég fer Með hjólið? Já, set hjólið bara á bílinn og við hjólum það er nú 70 kilometrar eitthvað að fara stóra hringinn. Já, við segir er Bóas með þér í þessu? Nei, elskan minn, nei. Hver fer með þér? Ég yfirleitt vinkona mín sem er á næsta bæ, Kálskinni. Já. Eða dætur mínar, ég fer líka mikið með dæturum mínar. Og það er hjólað með þér? Já, hjóla eða labba eða. Já. Þannig að þú gefur þér tíma í þetta líka? Já, ég verð að gera það. Það heldur mér gangandi. Ertu ofvirk? Nei. Hvað þá með athyglisbrest? Nei, ég alin upp við það að hafa alltaf nóg að gera. Já, þetta er uppeldi? Já. Og þið öll svona systkini? Og við erum mjög svona dugleg. Ég bara hef gaman að þessu. Ég hef gaman að ég hafa mikið að gera. Já, og hefur gaman að því að reyna svona mikið á því og þess áttar? Já, það er yndislegt. Það takast á við eitthvað svona sem maður veit heila ekki. Bara eins og síðustu helgi þá ákveðum við að fara í smá gönguferð, ég og dóttir mín. Og ætlum bara ekkert langt, sko, upp á Böggulsstaðadalinn. Já. Nema það okkur dettur í hug að kíkja upp á Grímubrekkunum, við hefum aldrei farið þar. Það er mikið hugmynd hvernig það væri, sko. Og við héldum áfram. Það er brött og leiðileg brekka komast alveg upp úr Grímubrekkunum, sko. Og við ákveðum að halda bara áfram, fórum því miður seint á stað, sko. Ég held að klukkan hafi verið 2-3 að deginum. Og við vorum að vera svolítið stressaðir yfir því að við kæmumst ekki fyrir myrkur. Þegar við ákveðum að fara svo bara niður í Ólafsfjörð. Já, bara skreppa þar yfir, já. Og löpum niður í Ólafsfjörð. Og það var var korter, þá var orðið kolnaða myrkur. Þegar vorum komið niður. Við rétt sluppum fyrir myrkur. En þið hafið verið með síma? Við vorum með síma og tengdasonur minn var nú búinn að hringja og spyrja hvað eru ekki að koma? Nei, við ákveðum að skreppa yfir í Ólafsfjörð. Þannig að hann var nú bara lengi eitthvað eftir okkur, sko. En þið hafið nú ekki labbað heim? Nei, og maðurinn minn kom svo og náði í okkur. Hringdum í hann og báðum hann að koma. Þetta alls konar óþarfa ferðir fyrir manniðinn og tengdasyni og annað sem að eltast við ykkur þar sem hefur labbað ykkur alveg til óbóta eitthvað í burtu. Já, þeir veistu það að þeir gera allt fyrir okkur, sko. Hefur þú farið í svona gönguferðir til útlanda? Nei. Ég þekki fólk sem gerir það. Ég hef bara ekki mikið farið til útlanda. Mér finnst bara Ísland svo yndislegt. Já, ég trúi því svo sem. Ég sé svo margt fallegt og ég á svo mikið eftir að gera á Íslandi. Ég er búin að gera ýmislegt en ég á eftir að fara á svo marga staði sem mig langar.
Ertu ekki búin að fara út allt land, bara í tengslum við starfið þitt? Sko, ég hef búin að fara út allt land að ganga og hjóla. Nú líka það? Já. Ég og vinkona mín fórum eitt haustið með hjólinn og tókum okkur leigu bara bústað hjá Hellu. Og hjóluðum út allt þar. Allt Suðurlandið? Og gengum líka, já. Þannig að þetta er ofboðslega gaman. Já. Komstu með eitthvað til að sýna mér einhvern hlut eða? Heyrðu, já. Ég tók myndavélina mína sem að fer með mér allt sem ég fer. Og tekur þú mikið af myndum? Mikið af myndum og fleiri þúsundir stundum á dag. Þannig að... Má sjá, hvernig við þetta? Þannig að maðurinn minn, hann gaf mér þessa myndavél og ég bara... Já. Hef ofboðslega gaman að því að... Þetta er ekki dósupur mín er bara örugglega aðeins eldri. Já. Þetta er æði. Þetta er yndislegt. En sko, hvenær byrjar að taka myndir? Heyrðu, ég hef alla tíð gert það. Já, ég hef alla tíð átt myndavél og tekið mikið af myndum. En veistu það, Sofía, ég ætla að taka mynd af þér. Heyrðu, ég líka. Ég ætla líka að taka mynd af þér. Nú. Hvað verður mig? Já. Heyrðu, þetta er gott. Gaman að spjalla við. Takk fyrir. Þá líf mitt að fela mig og vera feimin. Mitt líf var það til þess sem ég kom í heiminn. Fullt finnst mér það líf að fá ekki að segja. Ég er eins og ég